Kæru landsmenn, til hamingju með daginn. Já, í dag þjóðhátíðardagur Norðmanna og við samgleðumst þessum frændum okkar að sjálfsögðu mjög hjartanlega og innilega í tilefni dagsins. En okkar ævintýri, þau eru nú ekki síður yndisleg. Nei, alls ekki. Ég meina, annað sæti í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, ég meina, þetta bara magna. Þetta eiginlega ótrúlegt, ég trúi þess ekki. Já, fólk hefur flogið ansi hátt í dag og alveg segin í gærkvöldi, en samt í bókstaflegri merkingu þá íslenski keppnishópurinn lentur og það tekið mjög fallega á móti þeim niður í bæ í dag og þau ætla að koma hérna til okkar og deila sem sagt sögum sínum með ykkur. Já, og þetta eiginlega svona fyrstu góðu fréttirnar sem við fáum eftir að allt þetta hrun varð. Og ég meina, Óskar Páll og Jóhanna náðu að sameina 90% þjóðurinnar fyrir framann skjáinn í gær og ég meina, það er engin þjóð svona. Engin svona samhent þegar kemur að þessari keppni. En við sem sagt erum að fá þetta fólk, það kemur hérna sem gestir í sjónvarpssal og við hlökkum að sjálfsögðu til þess að rekja úr þeim garnirnar. En fyrst, áður en Jóhanna kemur sér fyrir hérna, þá skulum við rifja upp þetta svona aðal gæsa húðar hluta laxins. Já, við vorum alveg sammála um að það var þar sem að hárin tók að rísa. Lítum á það. Hjartanlega velkomin Jóhanna og til hamingju. Við verðum eiginlega að gefa henni knús, það er ekkert að sitja og vera svona formulega. Við skulum taka hans utan hana. Það var frækilegt. Heyrðu, en ertu í alvöru bara búin að átta þig aðeins á þessu? Já, þetta svona alltaf að koma inn núna, sko, svona í fyrsta skipti núna. Ég var ekkert átt að mása í gær, ég var bara svona, já, ok. Segðu okkur aðeins frá mitt gærdeginu, hvernig tilfinning var það þegar þú vaknar og þú vissir að þetta var stóri dagur þinn og hvernig svona þróaðist þetta innra með þér? Sko, ég var nú bara mjög róleg allan daginn vegna þess líka að við erum búin að fá endalausar æfingar og þetta var allt mjög pottþétt og mjög professional lið að vinna allt í kringum þetta. Þannig að dagurinn gekk bara mjög rólega fyrir sig. Það var einn generalpröfa yfir daginn og svo bara fórum við aftur upp á hótel, slöppuðum aðeins af og svo var bara haldið aftur inn í höllina og svo var keppnin. Það hljómar eins og þessi jókar, þú er svona róleg. Þú hefur svo mikið talað um það að þú verðir lítið stressuð og þú stendur þarna, það 300 milljónir að horfa á þig, þú veist, farið engan svona smá sting í maður? Það meira svona spenningur, þú veist, ég verð ekki þannig að, þú veist, að ég svitna eða titra eða, þú veist, eins og margir, sko, ég bara finn meira fyrir svona spenningi, en ég verð hins vegar stressuð ef ég ekki nógu vel undirbúin. En þú talar mikið einbeitingu, að einbeiting skiptir máli. Ertu með einhverja aðferð til þess að einbeita þér? Nei, það er bara, ég fer alltaf í eitthvað svona ástand, ég byrja frekar að geispa til dæmis áður en ég fer svo, það yfirleitt eitthvað svona rútína, yfirleitt þegar ég er sminkið eitthvað, þá byrja ég að geispa, þá bara verði ég svona alveg ofurróleg, ég veit ekki af hverju, ég hef alltaf verið svona. En hvernig var svo að koma heim hérna áðan? Það var bara yndislegt, bara þvílíkar móttökur, sko, það var bara æði. Þið fenguð hérna alveg bara gosbrunn yfir flugvélina þegar þið lentuð og síðan allir þessi fjöldi þarna á Austurvelli. Og svo þetta veður sem þið komuð inn í. Alveg yndislegt, bara öllu leyti. En þú hefur vantarlega ekki látið dreyma slíkt eftir að þú væri búin að taka þátt í Eurovision? Nei. Eða varstu búin að sjá þetta allt fyrir þér og kalla þetta yfir þig? Nei, alls ekki nefnilega, ég bjóst ekki við, sko, náttúrulega, þú veist, það getur allt gerst í þessari keppni, þannig að ég vildi ekki búast við einu öðru sæti, skilur, það eitthvað svo fjarrænt að búast við því, þannig að annað sæti var bara... En þetta er búið að vera langur tími, hérna, þið eru búin að vera úti í 2 vikur eða eitthvað. Já. Hvað hlakkar til að gera bara núna, þegar þessi lota er búin? Sofa og borða góðan mat. Nú, var ekki góða matur hérna í keppninni? Það var svona misjætt, sko, því að málega er í Rússlandi, þú þarft að fara svona á góðu veitingastöðum til að fá góðan mat, þannig að við svo líka svo mikið að gera hjá okkur og lifðum bara á rökkbrauðið þarna úti. Þannig að kom allavega fitnað enginn þarna úti, held ég. En við vorum svolítið svona að kynnast Jóhannu aftur þegar hún tók þátt hérna í forkeppninni. Já, segjum það bara beint út, við vorum að kynnast henni sem fullþroska söngkonu. Já, fullorðin mannesku og hérna, ef við ekki aðeins að rifja upp hvað þú sagðir fyrir keppnina hér. Já, í tónlistarhúsinu, sætra minninga. Já, við vildum bara sjá hvað hún sagði í tónlistarhúsinu hérna í vetur, hún Jóhanna. Rifja það upp, hvað hún sagði okkur af sjálfri sér. Ég hef alltaf verið rosa mikið söngnörd, sko, þannig að ég hef alltaf bara einblínt rosa mikið á það.
Og ég hef heldur ekki verið svona manneskja sem getur prumpað undir hendina eða gert eitthvað svona kjánalegt. En hins vegar hef ég rosa gaman að dansa. Það hefur fyllt þessu ýmislegt svona, ýmsar uppákomur og þurftir að leggja náttúrulega ýmislegt á þig, en var aldrei vafi í þínum huga hvort þú vildir taka þetta að þér? Jú, ég spáði alveg í þessu fyrst þegar ég fekk lagið, því mér leist rosalega vel á lagið strax leið og ég fekk það. En ég meina það oft þessi stimpill sem fólk fær við að fara í Eurovision, en einhvern veginn, þetta getur líka verið svo rosalegt tækifæri fyrir tónlistafólk að fara í þessu keppni og ég ákvað bara að taka þann veginn. Og ég meina, heldur þetta verði ekki afskaplega stórt tækifæri fyrir því núna í framhald af þessu? Jú, við erum rétt að vona það. Við langar rosalega að reyna að gefa út plötuna mína Butterflies and Elvis út í Evrópu. Til að sjá hvernig það gengur. En þú komst náttúrulega fyrst fyrir sjónir almennings í vetur, bara rétt eftir áramót og varst í fyrsta undanúrslita þættinum hér í Sjónvarpssal. Og það er kannski gaman að sjá hvernig atriði svona hefur tekið á sig ýmsar myndir frá upphafi og þá sjáum við náttúrulega ýmsa kjóla og svona ýmsa sviðsframkomu. Óskar Pál. Hjartanlega til hamingju líka og velkomin og þessi klassíska spurning, hvernig líður þér? Mér líður alveg ótrúlega vel, ég náttúrulega alveg dauðþreyttur og algjörlega ósofinn, en mér líður mjög vel, en þetta samt svona allt svolítið óraunverulegt ennþá, sko. Það var mjög skrítin upplifun að vera þarna í þessu græna herbyggi í gær og allt bara inn í þessari Eurovision veröld allri í miðjun á henni. Hvernig tilfinning það þegar einhvern veginn, þú ert alltaf að fá fleiri og fleiri stig fyrir lagið, þetta gengur alltaf betur og betur, hvað gerist í líkamannum? Það bara byggist upp gríðarlega spenna og í byrjun náttúrulega þá var þetta mjög skrítið af því við fengum ekki stig frá fyrstu 2 þjóðunum og þá fór maður náttúrulega að hugsa, já býttu, verður þetta svona í kvöld, já, það verður 20. sæti, sko. Og síðan byrjuðu stigin að streyma inn og þá svona, já, léttist nú á manni brúnin fljótt og En síðan náttúrulega var maður bara alveg rosalega glaður þegar fórum að hanga hérna í kringum þetta annað og 3. sæti, sko. Og alveg ótrúlega spenntur og náttúrulega spennan hérna í lokinu var eiginlega aðeins svo mikið, sko. Hvernig leið þér þegar þið fenguð fyrstu 12 stigin? Það var svona svolítið mikið hjúk, sko, því að fyrst þá, já, eins og hann sagði, fyrstu 3 löndunum eða eitthvað, þá vorum við ekkert að fá mikið að stigum, sko, þannig að svo allt komið 12 og það var bara svona, ok, þetta að fara að gerast. En Íslendingar hafa verið svolítið svona, eða íslenskir lagahöfundar, hafa verið pínu tregir svona að senda inn lög í forkeppni Eurovision. Akkur heldur það sé? Já, það er náttúrulega, það hefur verið þessi stimpill, Eurovision stimpill, að þessi keppni sé kannski fyrir neðan virðingu þeirra, sko. En ég held að bara ef þú sendir ekki inn típist Eurovision lag, þú sendir bara inn gott lag, þá bara þarf þetta ekki að vera neitt nema bara hið besta mál, eins og dæmið sanna. Og ekkert feimnismál? Nei, ekki finnst mér það. En nú erum við búin að fá rosa miklar upplýsingar sigurlagið hans Alexander Rybak frá Noregi og við vitum alveg að hann samdi til æsku ástarana sinna og svo framvegis. Við hljótum náttúrulega að spyrja þig, hvern þitt lag? Já, þetta náttúrulega stór spurning. En þetta verður eiginlega að vera svona svolítið á Huldu áfram, sko. Er það Hulda? Hulda hver? Nei, þetta ekki Huldu eða til Huldu, sko.
En það má ráða ýmislegt í þennan texta og maður er náttúrulega búinn að lesa þetta sem bankahrunið og stríð. Já, stríð og frið en þetta er nú ekki svo djúpt sko, þetta er nú heldur bara svona lítill ástar og skilnaðar óður sko. En hvaða þýðingu hefur það fyrir lagahöfund að ná öðru sæti í þessari keppni? Já, þetta náttúrulega getur opnað ýmsar dyr og hefur gert það nú þegar. Það eru náttúrulega aðrir meðhöfundar sem hafa haft samband við mig og vilja semja með mér og eins útgáfufyrirtæki og annað hafa haft samband líka og svona, þannig að það getur alls konar hlutir komið út af þessu en það var náttúrulega verið bara að koma í ljós á. Við lásum einhvers staðar að þú hefði verið beðin að semja fyrir Svíþjóð fyrir Evrópukeppnina þar, er það satt? Já, það voru 2 sænskir höfundar þarna, sá sem samdi lagið fyrir Svíana og svo var sænskur höfundur af laginu frá Spáni. Og þeir báðir komu til mín og spurðu hvort ég var ekki til í að koma til Svíþjóðar og semja fyrir næstu keppni í Svíþjóð. Og þú til í það? Já, sjálfsögðu. Þú til í allt núna. En sko það var pínu svona mótbyr kannski gegn Evrópukeppninni í vetur, það örlaði á því og maður velti fyrir sér hvort að svona velgengni okkar núna hugsanlega breyti því og menn séu meira tilbúni til þess að senda inn lögin sín í Evrópukeppnina. Ég vona það bara svo sannarlega því að þú veist, ef þú sendir inn gott lag þá getur ekkert nema gott komið út af því. En Jóhanna, þú ert náttúrulega búin að vera að syngja síðan þú varst pínu lítil og það er eiginlega óréttlátt að sýna ekki íslensku þjóðinu það aftur þó hún hafi kannski séð það. Eigum við ekki að sjá þegar Jóhanna var pínu lítil og með þessa rosalegu rödd? Já, alltaf já. Ég heiti Jóhanna Guðrún og ætla að syngja Hver er hver af plötunni minni. Er þetta ég sem ég hér í speglinum sé eða nörd sem ég ekki sé? And you, the light of my life, you give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Þetta var frábært hjá ykkur vinkonunum. Jóhanna, þarna varst að syngja með Glódísi hundinu þínum. Ertu ennþá að syngja með Glódísi? Já, hún syngur ennþá með þessu lagi, sérstaklega lagi. En bara þessu lagi. Já, við erum með óvæntan glaðning sem heyrðist kannski aðeins í. Já. Hvað er ljótt sín í þessu? Hvað ertu búin að eiga hana Glódísi lengi? Hún er hvað, er hún að vera gömul? Hún var 8 ára, 12 Hún er 8 ára. Ertu ekki búin að sakna hennar? Jú, ég bara vissi ekki að hún er ekki komin hingað. Syngur hún ennþá svona með þér? Getið þið tekið smá lagastof fyrir okkur? And you, light of my life, you give me hope. Þú verður vola sár eftir á. Má hún vera frjáls? Hún má vera frjáls. Þú fagnar kannski Glódísi jafnvel enn innilegar en foreldrum með eitthvað. Við erum því hjartanlega velkomin til hamingju með stelpuna. Hvernig stund er þetta fyrir foreldra? Það er ekki margir foreldrar sem fá að upplifa þetta. Nei, þetta er náttúrulega alveg yndislegt sko. Hún er náttúrulega búin að vera með henni í höndunum í þessum sauk og þessu stússi í langan tíma og það er búið gaman að sjá þetta gera sig. Þetta er toppurinn. Þetta er toppurinn. Fannst ykkur mikill munur að vera á staðnum og upplifa þetta svona í nánd heldur hún að vera bara heima að horfa á sjónvarpið? Það hefði eiginlega ekki verið hægt að vera heima að horfa á sjónvarpið. Það hefði verið óbærilegt. En hvaðan kemur röddin? Er það frá mömmu eða er það frá pappa? Nú var að spyrja Jóhanna því. Ég veit, þau eru bæði mjög músíkalsk. En það er samt svo sem engin stór söngvari í fjölskyldunni.
En Ekki reyndar pabbi er samt með ágætisrödd, no offense. Sunguðu mikið fyrir hana, alltaf í svefn? Mamma reyndi að gera það, hún sá svolítið til þess að rækta tónlistina í mér. Hún á hefurna á því. Og var þetta eitthvað sem að Jóhanna bara sjálf kaus að vera sífellt syngjandi eða reyndi þið eitthvað ítinn út í þetta? Nei, þetta bara þróaðist svona eitt af öðru. Ég meina, ég söng alltaf mikið fyrir henni sem lítið barn og hún var svo móttækileg og... Spilaði mikið af klassískri tónlist? Já, alls konar tónlist og svo bara fór hún svo snemma að halda lagi og muna melodíur og þannig að, ég veit ekki, þetta var bara spratt svona. Óskar Páll, maður hlýtur að spyrja þig, þú hefur getað valið hvaða söngvara sem til þess að syngja lagið þitt. Akkur valdur Jóhannu, vildur þú fá svona mannskju sem væri búin að vera í sig frá fæðingu? Já, ég hef ekki getað fengið betri söngkonu en Jóhann í þetta lag. Þetta hefur töluvert mikið ratsvið þetta lag og það þarf góða söngkonu til að syngja það vel og það hefur enginn gert það betur en hún, en það hefur búin að sýna það og sanna svo sannarlega. En hún hefur náttúrulega verið mikið í burtu bara frá því að hún var unglingur. Óttist þið ekkert að missa hana núna eitthvað út í heim? Nei, alls ekki. Ég held að það breytist ekkert. Við höfum alveg ákváðan það frá byrjun þegar það var einsýnt að hún yrði mikið að heiman að reyna fylginis mikið og hægt væri þannig að maður geti fylgt uppeldin eftir en þó hún hafi alltaf verið í mjög góðum höndum annara líka. Það, náttúrulega hún orðin 18 ára gömul og er svona orðin meira sjálfbjarga núna þannig að hún kannski þarfnast okkar ekki eins mikið en eins og hún vill, það bara hún er náttúrulega líka, hún er svolítil sveitakettling og hún er jarðbundin. Sveit? Þannig að þú heldur hún vilji vera á Íslandi? Hún fer aldrei af Íslandi. Hvað segir Jóhanna? Ég er enda sammála því, þó að ég sé hún fer aldrei alveg. Búin í það ferðast og vera kannski svona tímabundið á okkur ákveðnum stöðum en þá fer ég aldrei endanlega frá Íslandi, sko. En kom það ekki fólki þarna úti svolítið óvart að þú væri bara 18 ára gömul? Jú, það einhvern veginn bjóst ekki alveg við því, kannski lítið, ég veit ekki, það fannst kannski líka bara ég líti út fyrir að vera aldrei eða eitthvað. Þegar að spurði allavega hana hvað ég var gömul, þá voru margir mjög hissa. Þú hefur fengið mjög mikið hrós fyrir söngiðin hérna úti og það er kannski skemmtilegt að spila það hér fyrir þetta fólk sem hér eru og áhorfendur heima að hann Alexander Rybak, hann talaði svolítið mitt lagið og þinn söng. Ég vil gefa því við hans hvað hann sagði, kallinn, sigurvegarinn frá því gerð. I know that you heard the Icelandic song and you were in the hall at the first semi-final. What do you think? Yeah, I heard it for the first time and it was the most amazing voice ever, especially from a 18-year-old. So yeah, fantastic. It's I would say it's the best singer in this Eurovision. Years ago when I was younger, I kinda liked a girl I knew. Please tell us which country would you vote for by yourself? Iceland, of course. I've always said that. Although Ukraine has the very best song this year, I still think that. But Iceland had the best singer, and Þetta er rosa hrós. Hvað segir við þessi? Já, mér finnst þetta, ég vissi bara ekkert af þessu. Ég er bara mjög ánægð með þetta. En ef þú hefði vitað af þessu, hvað myndur þú hafa sagt við hann tilbaka? Ég hefði nú örugglega smjara eitthvað meira fyrir honum. En mér fannst hann alltaf æðislegur og var rosalega indæll náungi, þannig að ég náði aðeins að tala við hann og Og svolítið sætur. Já, hann var mjög sætur. Cutest guy in the contest. En velkomnar bakgrættir allar fyrir Gómar, Erna Hrönn og Hera Björk. Heyrðu, Hera, þú lítur að hafa hitt aftur gaurinn frá Danmörku sem að vann þig í undankeppni í Danmörku. Hvernig var það? Það var bara fínt. Það er eins og að hitta gamlan skólafélaga. Já, voru fagnaðarfundir? Já, aðalega reyndar með gaurunum í hljómsveitinni. Við varum alveg í stöði, sko. Þeir voru líka með okkur í Belgrad nefnilega. En hvernig hitið þið eitthvað svona upp áður en þið fóru á sviðið og fyrir blaðamannafundi? Við gerðum það ekki, sko. Hita hvað? Við hitum okkur eiginlega aldrei upp, við vorum að ræða það, sko, í ferðinni, en við hins vegar
svona nutum fulltekis Búlgaríu sem voru við hliðina á okkur lengi vel. Þau hittu upp 3 tíma. Já, og við svona tókum aðeins undir á tímabili og þetta var bara svo skemmtilegt. Við verðum að fá að heyra það. Hvernig hittuð Búlgararnir upp og hvað lærðið þið af þau? Vá. Við lærðum svona svolítið hvernig á ekki að hita upp til dæmis. Já. Hvernig á ekki að hita upp? Verður þú þessi crazy þarna? Ég verður crazy, þú mann ég ekki neitt hérna. Jú. Give me a touch, show me your moves. Og svo Bella. I want to touch, you're so nuts. Já, það var svona. Það myndi að syngja alltaf sama tíma. Já, og við húst öðru. Og 2 á stultum. Já, nákvæmlega. Tókst þú eitthvað þátt í þessu? Nei, en ég óneitanlega var vitni að þessum æfingum þeirra og þetta tók á taugarnar og ég meitt kom inn tíma þarna og var þarna í einhverja 10 mínútur og ég þurfti að fara fram og fá lánaða þolinmæði til að geta verið lengur. Þetta er óvenjulega. Rosa áriti. Rosalega. En þau voru bara, þau fóru úti fyrir allan þjóðarbálk í æfingum. En mér finnst það ótrúlegt, voru þið í alveg ekkert svona, hýta með sig ekkert upp á Við rendum læginu alltaf bara einu svona í rútunni á leiðinni og það einhvern veginn, við létum það duga, svona aðeins stiltum okkur saman rétt á hann fyrir sig. Brosum og hlæjum og knúsum. Gaman að þessu. Og hvað sunguð þau á blaðamannafundum og svona annað en lægi? Var það eitthvað annað sem þið sunguð? Nei, við sungum Krummisag í Klettagjá í sendiráðinu. En svo vorum við bara að syngja þetta lag og já, voru náttúrulega syngur þetta 15 tungumálum eða eitthvað. En þið er enda bara 5 en við feikum. Færisku. En þið er að vinna í fyrsta skipti með Jóhannu. Já, þú og kannski þið, ég veit ekki. Ekki ég. Nei, ég er með þeim aður. Nú þið hefur unnið saman aður, já. En var eitthvað sem kom þér þá óvart varðandi þennan unga talent? Nei, í raunin ekki sko. Ég hef alltaf vitað að hún sé alveg bara með frábæra rödd sko, frá það var bara pingu lítil. Fannst þér að vera undrabarn? Já, mér fannst það. Ég er náttúrulega frekar lítið þannlega sjálfur. Ég er náttúrulega mikið eldri. En ég þekki Maríu Björk, umbóðsmennina, mjög vel og við erum góða vinir og þetta er svona kannski, ég er hérna kannski svolítið út af því þannig og ég bara segja það samt líka, þú veist, hún er bara okkar besta söngkona og ekki síst miðað við aldur, þetta er bara ótrúlega þegar við vorum sko hérna 18, við vorum bara þokkalega borin nefið á mér. Og ég ætla ekki eins svona miðana við okkur og því að vegna þess að, jú, á þeim tíma sérstaklega vinnan, því að hún er bara... Þú ert að valda áfram æfaði á það. Nei, en á þess að vera að gera hana, þú veist, liftaður eitthvað alveg bara upp úr skíunum, þá bara, getur við verið alveg ótrúlega stolt af henni. Þetta er svo, við bara þekkjum það af eigin reynslu, þetta er gríðalt álag, svona 18 ára gömul, einhver yngsti keppandi sem við farið og sennilega enginn hefur staðið sem svo vel. Ekkert sennilega, það er bara þannig. En þetta hljómar, eftir eru búin að lýsa þessu, hvað er mikið álag og hvernig er mikið álag að vera með búlgurunum, þetta svona mikið, hann þurfa að fá sér lánaða þolinmæði og þú ert að fara í fyrsta skipti í Evertsson. Er þetta eitthvað sem maður er til í að gera bara aftur og aftur, eða er þetta ekki bara svolítið þreytandi? Ég myndi gera þetta hygglist aftur og örugglega aftur og aftur. Það er svo margt annað sem að spila inn í, þótt að það verður að vera búlgari, búlgari sem reynir á taugarnar, því að svo er Portugal í næsta klefa við okkur og þau voru bara æðislegt. En samt sko það sem ræður svo úrslitum við þessi fyrir mig sko, það er svolítið landi sem er að fara í. Vegna þess að núna, í fyrra var Serbía, núna Moskva og þetta er rosalega sérstakt að koma þarna sko. Hvað kom ykkur mest á óvart bara varðandi Moskva? Aðalega bara kuldið frá fólkinu. Hvað fólki? Frá rússunum. Já. Það var svona, ég veit ekki, það var alltaf svo rosalega svona stranga reglur og svona það er svolítið hort í gegnum hann og ekki mikið verið að gefa manni bros eða og það er svona einhvern veginn, það er svo mikil kuldi. Og við erum Íslendingarna. Og það bara þannig að við vorum alveg svona, það er kannski erfiðast, en ég held að þetta stafir alltaf að því að þeir eru bara hrættir við okkur, skilja ekki orðið sem við segjum og við skiljum ekki orðið sem þeir segja, þannig að það verður svona pínlítið allir hrættir við það sem þeir ekki. Oslo og næsta verður náttúrulega bara frábært. Ég skal aldrei góða til Oslo. Það verður æðislegt. En Jóhanna, bara eins og staðan er bara akkurat núna, gætirðu hugsað að gera þetta einhvern tímann aftur? Ég þurfti að hugsa það rosalega vel. Sem sólóisti held ég að þú gerir þetta ekki oft.
En þú veist, ef þú ert kannski fyrir einu sinni sem aðalsöngkona og svo getur þú farið oft kannski sem bakrödd eða þú veist, verið að gera alls konar hluti. Það er hægt að gera svo margt í kringum þessa keppni. Það segja, ég get ekki farið aftur það. Það líka örugglega erfiðara að, þú veist, þú getur varla að toppa sjálfu þig, þetta er svo góður árangur. Það líka gengur aldrei einhvern veginn eða... Heyrðu, við erum að fá þetta fréttir, við erum að fara beint til Noregs, í beina útsendingu frá Noregi. Alexander að koma heim á þjóðhátíðardagi Norðmanna og auðvitað með fánan. Þetta í beinni útsendingu frá Noregi og nú sjáum við hvernig frændir vorir taka á mótunum. Klæða náttúrulega strax í ullatrefil. Kóróna, hvað þetta? Þetta eitthvað ritual sem við kannski fáum skýringar á síðar. En það örugglega gríðarleg stemning þarna í Noregi. Ef maður getur rétt ímyndað sér, það verður alveg dansað fram á nótt. En nú til dæmis misjafnt hvernig svona sigurvegari Eurovision eru þokkaðir meðal keppenda almennt og ég ætla nú ekkert að kasta rýrðaman Dima Bilan sem að ég hef gríðarlega mikið smekk fyrir. Hann Dima Bilan, var eitthvað kuldi frá honum kannski? En það var ekki alveg einhugur hann, en svo kemur þessi drengur og það virðist allir falla flati fyrir honum. Var það stemningin á staðnum? Hann líka bara opaslega, hann indislegur. Þú veist, þegar maður tala við hann kemur og hann alveg knúsa mann og tala við mann svona, þú veist, hann svona voru rosalega vinalegur. Já, ofsalega opið hjarta og alþýðlegur og bara indislegur. Brosir og... Bara konur og kallar, börn og fullorðnir frá 4 upp í 94, allir með sjón og heyrn, bara alveg heillast á honum. Gríðarlega sjarmi. Spilaði hann mikið fyrir okkur á fiðluna? Já, hann eitthvað á göngunum hann samt að spila, sko. Hann mynd mann og hann sagði það sjálf, sko, ég miklu meiri fiðluleikari heldur en söngvari. Hann kom til Jóhann og myndi að segja, ég nú engin söngvari, þú ert nú söngkonan í keppninni. Hún meiri fiðluleikari. Og við sögum bara, já, það rétt. En þau eru samt að ef maður horfður þau saman eins og ég vil bara fá duett. Já, það allir sammála það. Það allir sammála það. Þú með hundin, hann með fiðluna. Það kom í plata. Við erum að tala hittara. En eru þið eitthvað búin að frétta af að því hann senda til æskuástarar, eru þau búin að ná saman? Hringdi hún eða? Nei, hún var að gifta sig bara nokkrum dögum eftir að hann vann. Já, þetta ekkert svona eitthvað ævintýri. Þetta rosa drama? Nei, þetta bara þau eru vinir í dag og hún var bara að gifta sig nokkrum dögum senna, sko. Það eru manni og allt, sko. Já, þau eru manni, þetta taka það fram. En Jóhanna, kærasti þinn kom náttúrulega út, og hann fekk ekki flug með ykkur heim eða það? Nei, þeir pöntuðu, sem sagt, deginum eftir. Þannig að þeir náðu actually að sofa og fara síður. Er hann þá ennþá í Moskvu? Nei, hann lagur stað núna. Hann í flugi núna. Já, það var ekki gott að hafa svona stuðning af honum og mamma og pappa, þá hundurinn hafi ekki komið. Það var voða gott, sko, það var nöðsilegt. En heyrðu, þessi franska fekk að koma með hundi sinn, ég var alveg brjáluð. Hún var með púðlu hundi sinn, lappandi að út allt, ég bara, Óskar, okkur fikk henni upp og gælt. Já, veist þú, hann liðið eins og var heima þess að sko. Rósandi góð í því. Ég rosa góð hundur, sko. En hefði þið sem sagt kosið norska lagið, eða var eitthvað annan lag sem náðu svona inn að beinum hjá ykkur? Já, nokkuð lög. Nokkuð lög. Ég sagði allan tíma að norska lagi myndi toppa þetta, taka þetta. En það var fullt af lögum. Ég var hrifnust af Moldófi þetta. Hei! Svo lærði ég dansinn. Viltu sína okkur hann því hann var mjög fallegur? Já, nei. En við erum komin aftur þarna í beina útsendingu til Noregs, hann þarna í einhverjum viðtölum strákurinn. Já, með hvítrússneska sorg og norska gleði. Við skulum aðeins heyra í honum hvað hann segir. Ja, folk burde så lære norsk. Dritkjente folk som jeg ser opp til sender meg meldinger og av en eller annen grunn har de funnet nummeret mitt og sier at det er det beste de har vært med på. Men 16-12-ere, 12-12-12 på rad, hva tenkte du? Det er helt uvirkelig, samtidig som at vi har jo jobbet frem mot det. Men det er dette her jeg virkelig setter pris på. Når skjønte du at du hadde gått veien? Jeg vet ikke, da Stian sa at nå kan ingen ta oss igjen. Det er rett og slett. Har du... Hæ? Nei, det er helt fantastisk. Jeg skjønner virkelig ikke hva det er som skjer. Hadde du drømt om det da du annonserte det på TV? Hva sa du? Hadde du drømt om at det skulle komme så mange? Nei, men altså, jeg tenker bare... Það mikið góðar og fallega móttökur. Veistu hvað, Jóhanna, hvað býður hans núna bara næstu vikur?
Nei, en ég samt frétti að hann var eitthvað að fara að gefa út plötu og eitthvað svo leiðis. Það sé eitthvað fullt að fara að gerast hjá honum. Hann er vist með plötu tilbúna og hún kemur bara held ég eftir. Og hann er búinn að gera með samningum, þið sögðum Rússland og Evrópu og... En var hann ekki bara svona, þessi bara típiski, bara strákur í næsta húsi þarna í Noregi áður en hann tók þátt í þessar keppni, það vissi enginn hver hann var? Ég heyrði nú, hann var bara að vinna keppni fyrir 2 árum. Já, og búinn að gefa út plötu. Já, hann er nú alinn upp af 2 tónlistarsnillingum. Já, er það ekki meira samt í klassíska geiranum sem hann hefur verið í þessu? Jú. Þannig að hann er alveg með þetta. En það er búin að vera svo mikil stemming hérna á landinu. Já. Og í alla nótt getið ímyndað ykkur, þó þið hef ekki verið á NASA, þá voru allir að hugsa ykkur á NASA. og í öllum þessum Eurovision partíum sem voru út allan bæ. Já, og Páll Óskar kom hérna í Kastljós á föstudaginn með þessa líka fínu spádómskúlu og við skulum aðeins sýna ykkur þegar hann rýndi í kúluna, það var ansi merkilegt. Hvað fékkst þið eiginlega? Hvað er það? Maður kaupir þetta í svona dótabúð. Ég fekk þetta í Ranimosk á Laugaveginum. Og maður verður að vera heiðarlegur og einfallega spyrja hana beint út og þá svarar hún. Þannig að við getum alveg spurt hana, vinnur Ísland Eurovision á morgun? Og hún svarar, as I see it, yes. Hún svarar eins og íslensku stjórnmálamaður. Já, as I see it. En það er það ekki bara já? Já, as I see it. Við túlkum kannski top 10 sem sigur. Já. Ef að spyrja hana, verður Ísland á top 10? Og þá kemur hún með, yes, definitely. Ok, top 3, spyrja því. Verðum á top 3. Við getum haldið eldar svona áfram. Já, alltaf, nóðan tíma. Top 3, segir hún. Signs point to yes. Já. Ótrúleg kúla. Býtu, fer þess ekki bara að beita Þjóðminjasafnið eða hvað? 1,5 dag. Ég var bjartsýnn og var að spá 5. til 7. sæti og var að reyna að taka secret á þetta, hugsa bara 5. til 7. 5. til 7. ekki hleypa neina öðru að svo kemur þessu kúla og segir bara top 3, yes, ekki spurning. En Páll Óskar, þú varst með þetta árlega Eurovision ball á NASA við Austurvelli í gær og þú hefur verið með þetta svo oft og lengi og gengi okkar hefur verið svo misjafnt. Hvernig var stemmingin í gær svona miðað við önnur ár? Gengi okkar Íslendinga í keppninni hefur aldrei nein áhrif á þetta ball. Það er svo merkilegt. En gærkvöldið var svolítið sérstakt. Og við, Íslendingar, þurfum eiginlega að þakka þér, Jóhanna, og þakka þér, Óskar Páll, nafni, fyrir örugglega yndislegasta dag Íslandssögunnar. Og svo þurfum við að þakka Guði fyrir veðrið líka, af því það passaði allt, það small allt. Og þessi stemning fór líka inn á ballið, við tókum ekki eftir því að klukkan var orðin allt í 6 á morgni. Það var svo gaman og húsið troðfullt, en samt þrátt fyrir það engin slagsmál eða stimpingar, allir voru svo góðu skapi og allir svo mjúkir við hvort annan og þetta var gjörsamlega yndislegt. Og það var allir aldur á þessu balli, eða ekki? Jú. Þarna á þetta ákveðna ball mætir fólk sem venjulega mætir ekki á djammið. Og að því þetta er svolítið önnur ella og það er líka að vera að höfða til nostalgíunar. Þessi keppnið er náttúrulega næst í 60 ára gömul. Þannig að við erum þannig að strauja alla Eurovision söguna alla nóttina. En hvers vegna haldið hefði gengið svona sérstaklega vel þetta árið? Er það bara einfaldlega þess að lagið var svo gott og söngurinn var svo góður eða voruð þið að leggja eitthvað ekstra mikið af mörgum? Ég held að þetta séu bara nákvæmlega þessir samverkandi þættir og ég held líka að við höfum grætt á því hvað við vorum með einfalda og látlausa framsetningu á þessu lagi og fyrir vikið komst lagið og söngurinn mun betur til skila heldur en hjá þeim sem voru með þessi endalausu læti þannig að myndavélarnir og hljóðið með þess að líka náðu ekki að fylgja þeim eftirstundum þannig að útkoman heim í stofu var hreinlega ekki nógu góð þó að þetta liti vel út á pappír. En eins og í okkar tilfelli þá var þetta mjög einfalt og stílhreint þannig að myndvinnslan og hvernig þið fóru í kringum hana og svona og mynduðu sviðið og litirnir og sviðin og annað þetta skilaði sér bara mun betur hjá okkur heldur en mörgum öðrum þannig að Mér fannst ég finna til með þér þegar þú varst að túlka þetta lag. Fannst þú til þegar þú varst að syngja hennar sorglega texta? Ekki þarna á kvöldinu, sko. Ég var svamingjusum. Ég bara einhvern veginn, það er svo skrítið, það var eitthvað svona sem að kom yfir mig. Ég einhvern veginn sá bara svona fjölskyldunum mína bak við myndavélina, allir heima sem eru að horfa á mann. Það var einhvern veginn bara brosið maður, svona til þeirra. Þannig að ég var bara eiginlega mjög ánægð. Það er bara gott. Svo held ég líka sko að það sem náttúrulega hjálpaði líka var
þetta lið sem við vorum með okkur, einvala lið, það var Margrét Einarsdóttir búningahönnuður sem gerði þennan frábæra kjól. Spurning. Sem ég var og ennþá mjög hrifinn af. Og svo var það Jasmín Olsen sem sá alla koreografínu og hreyfingar og að þjálfa dífuna og halda henni í formi og það náttúrulega gríðarlega mikilvægt að gera það. En við skulum ekki gera lítið úr líka tungumálakunnáttu þinni, Jóhanna, því að þú lagðir það á því að læra lagið af nokkrum tungumálum að minnsta stundarsakir. Já, ef við kannski að rifja það upp, ég sjáum þetta 3 tungumál, það er rússneska, franska og spænska. Skulum kíkja á það. Я не сплю, это больно, и глаза будто лед. C'était toi, tu n'as jamais dit que tu me quitterais ainsi. Heldur að þetta hefði hjálpað, Jóhanna? Já, veistu, ég held að þetta hafi nú halað inn alveg þó nokkrum atkvæðum, sko. Söngst þetta svona á blaðamannafundum? Já, við tókum þetta svolítið mikið á rússnesku. En hefur þetta tekið á íslensku? Hvernig myndi það hljóma á íslensku? Það væri mjög áhugavert að heyra það. Einhverjar tillögur? Já, sko, ég fekk símtal meðan ég var úti í Moskvu frá ungun dreng sem búinn að þýða textan á íslensku og hann ætlaði að senda mér þetta í tölvupósti. Ég bara ekki búinn að fá þetta ennþá, þannig að ég veit ekki hvort hann hefur skrifað netfangið niður vitlaust eða eitthvað, en hann má bara hringi mig aftur. En þú lýsir eftir textanum? Já, hann var búinn að leggja gríðarlega vinnu í þetta, sagði hann, og var komið með mjög góðan texta. Og já, ég býð mjög spenntur eftir að heyra hann. Já, en við tölum svo mikið að við gleymum við erum komið nýjan gest í setti, það er María Björk, verður hjartanlega velkomin. Þú ert umboðsmaður Jóhannu og hefur verið með henni síðan hún var pínulítil. Hvað var það við þessa stúlku? Af hverju hafðirðu bara svona mikla trú á henni frá unga aldri? Það er bara eitthvað sérstakt í röddina á henni, bara frá því að ég hitt hana, sem að mér finnst enginn hafa. Og nú er ég með skóla og ég er með mjög marga góða söngvara í skólanum, en hún er með eitthvað svona einhverja töfra í röddinni sem að gerir hana svona ekstra góða. Hvað var hún ofta gömul þegar þú hittir hana fyrst? Hún var 8 ára, pínulítil. Og þú fylgdir þér náttúrulega til Moskvu og alla leið. Var mikið leitað til þín þarna úti sem umboðsmanns? Já, mjög mikið. Og hafði bara mikið að gera? Brjála að gera hjá mér. Og hvað þú voru að segja okkur einn? Hvað er að gera? Já, það er svo erfitt samt sem aður að segja. Það er bara full vinna hjá mér núna, bara að vinna úr því sem ég var að gera. Það er bara plötufyrirtæki sem hafa áhuga á henni og Svíþjóð og Þýskaland og fleiri lönd sem ég er bara að ræða við, en maður vil samt ekki vera með neina yfirlýsingar fyrir það komið. Jóhanna, hver er draumurinn? Draumurinn er náttúrulega bara að geta að lifa á tónlistinni góðu lífi, af því að Ísland, jú, það er hægt að lifa á þessu en þú veist, þetta er samt svo lítill markar og það er svo mikið af góðum söngurum og tónlistafólki á Íslandi og það er svo margir að berjast sama bitan og mann er langar að geta komist út fyrir landsteinina með músíkina sína og það er náttúrulega draumurinn. Páll, því þú hefur pælt svo mikið í Eurovision og náttúrulega fórst út og setti þitt spor á keppnina á sínum tíma. Sumir segja að þetta sé að syngja inn í tón, að syngja í Eurovision. Er það þín reynsla? Hefurðu trú á því að þetta breyti einhverju fyrir feril listamanns? Það veltur allt á listamanninu sjálfum og meira segja sigurvegarar í keppninni hafa jafnvel klúðrað sínum ferli í kjölfarið. Dana International klúðraði þessu bara á prímadonnustælum. Henni var búið að taka þátt í öllum gay pride hátíðum út allan heim og hún mæti bara, ég vil fá 1 milljón í laun bara fyrir að mæta svæðið. Ruslana klúðraði þessu líka, hún var ekki með nógu sterk lög til að fylgja þessu eftir. Helena frá Grikklandi var búið að syngja í Ólympíuleikunum en stóra platan seldist ekki og Eurovision er kannski smá klemmu með þetta að sigurvegarnir hafa ekki náð að vinna nógu vel úr spilunum sem þeir fá. En það er líka þeirra ábyrgð. Björn og Benny, þeir voru séni og þeir voru tilbúnir með fyrstu 2 ABBA-plötunar þegar þeir unnu og fóru svo bara að strauja Ástralíu og fylgdu þess eftir. Og nú er hún tilbúin með plötu, Butterflies and Elvis, og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því. Og nú er ég líka spenntur að sjá hvernig fyrir Norsaranum að því hann bustar kettinu svo stórt og öll Evrópa sammála það að þetta lag hjá hann sé frábært. Nú hlakka ég til að sjá hvernig bara smáskífan hans á eftir að virka í Evrópu eða hvort Evrópa ennþá upplifi Eurovision sem bara enn eitt sjónvarpsþáttinn.
Það er svo skrítið. Þessi saga er enn ósögð. Væri ekki gaman svona í lokin út af því að það er svona, já, svona pínu partyfílingur í bakgröndunum og öllu þessu fólki. Ef ekki fá bara alla hérna inn í lokin og fá kannski bara hljóðfæralekarana líka. Já, velkomnir. Já, ég meina það væri kannski hægt að biðja ykkur að taka eitt lag eða hvað? Ef þið kunnið kannski eitthvað saman, ég veit ekki. Þetta er ykkur eitthvað lag í hug, kannski ég sé trú, En við þökkum ykkur náttúrulega hjartanlega fyrir komuna og við skulum enda á... Já, og til hamingju með frábæran árangur. Já, og heyra hérna mjög kunnulega tóna og... Og það mega allir syngja með. Við skulum samt ekki syngja með, við skulum ekki skemma atrið. Nei, fólk er heim í stofu alveg endilega. Og allir aðri viðstaddir sem við að syngja með. Það er svona verið að koma hérna fyrir hljóðfærunum og Ég skal spyrja kúlun á meðan, mun Ísland einhver tíman vinna Eurovision í framtíðinni? Skýr spurning. Skýr spurning. It is certain. Wow. Og ekki lígur kúlan. Nei. You say you really know me. You're not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors. Are they only rumors? Are they only lies? Falling out of a perfect dream, crawling out of the blue. Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw it away? Was it you? Did you tell me you would never leave me this way? If you really knew me, you couldn't do this to me. You would be my friend. If one of us is lying, there's no use in trying, no need to pretend.